Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Elín, velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir að fá mig. Við erum með Hamti. Takk. Og við erum í boði góðs CBD. Já. Sem altså styrktaraðili þáttarins. Ok. Og en áður við förum í gang, ætlum við ekki eitthvað að taka smá kyrrðastund? Smá, jú. Ég myndi vilja byrja á því þá frekar. Það verður æði. Já, ég held elska að það. Gott að þið. Við viljum að koma okkur fyrir, setjum bara með, þannig að við setjum alveg bein, slakar axlir, slökum alveg á eins og það sé svona spotti upp úr hvirflinum, slökum á höndum, slökum á andlitsvöðum, öllum litlu vöðunum, kringum augun, kringum munnin og við viljum að draga andann djúpt inn og út í nefið og við viljum að þenja magann út. Þannig slökum alveg á og allar hugsanir eru velkomnar. Við viljum ekki að dæma neitt, við viljum ekki að breyta neinu, bara leiða athyglina að andardrættinum. Slökum á öxlum, erum meðvituð hvar spenna í líkamanum, inn og út í nefið og reynum að lengja fráhöndunina. Þannig að við teljum upp á 4 á að og 6 á fráhöndun. Bara okkar hraða og allar hugsanir velkomnar en við leiðum athyglina aftur á andardrættinum. Og ef við getum þá beinum við athyglinni milli augabrúna eða nefbrotin með lokuð augun. Tökum nokkra andardrætti viðbót, bara okkar hraða. Sleppum tökunum á öllu. Sjáum hvort við finnum eitthvað spennu og fráhöndun losuð á spennu. 2 í viðbót. Og þau byrja bara, þau vilja byrja. Gekkja maður, takk fyrir þetta. Það er gott. Davíð, við þurfum að byrja öll viðtöl á þessu, sko. Já, þetta var mjög gott. Þetta var mjög kósí, sko. Kjarna sig hans niður, sko. Eftir langan dag. Það er best, sko. Herðu, Elín Vigdís Guðmundsdóttir, stofnandi Sátt, ekki rétt? Jú. Og Sátt stendur fyrir hvað? Sátt, samtökum átröskun og tengdaraskanir. Og tengdaraskanir, mér fannst það líka mjög áhugavert, við ætlum að koma inn á það á eftir, sko. Já. En sko, viltu ekki bara byrja á því svona áður en við förum svona í einhverja svona beinagrind að útskýra þér kannski bara hver þú ert og af hverju stofnar Sátt? Það hlýtur að vera einhver saga, persónuleg saga. Já. Og hver hún svona eins langt og þú vilt fara með hana? Já, ég mjög flókin mannvera. Nei, ég sem þetta heiti Elín og ég kalli Lína og ég ólst upp í Vesturbænum og líka bara einhvern veginn út allan heim. Fjölskyldan mín ferðaðist mikið og við byggum í Bandaríkjunum, Kosta Ríka, Sviss, Indlandi, út allt. Og ég var mjög heppin að fá svona fjölmenningulegan uppruna, eða uppeldi. Og við upplifum rosalega marga spennandi hluti, en þegar ég var unglingur þá þróaði mér þessa röskun og það var í tengslum við alls konar áföll í minn æsku, meðvirkni og alls konar svona, það eru margir hlutir sem spila inn í það og það er svona áhugavert að skoða sko í baksýnisspeglinum, en þess að það er svo margt, sko, ég var með sama uppeldi og svona sama bakgrunn og systkini mín, en ég fór þessa leið og þetta var mín leið til þess að deyfa kvíða og þetta var mín leið til þess að fara án þess að sko skaða umhverfið mitt. Ég vildi gera eitthvað sem myndi ekki skaða neitt, þú veist, ég hefði með kvíðan
og þessu vanlíðan þá hefði ég alveg getað farið í neyslu en ég hefði ekki gert það og það svo vont að gera það eða þú veist, eða ég upplifði það þannig þú veist, ég vildi ekki skaða neitt þannig ég var bara að standa með vel í skóla ég leit vel út, þú veist, ég vildi bara passa ímyndina og ég byrjaði í þessu og missti fljótt stjórn á því og varð rosalega veik. En hvað það þú byrjar á? Þú veist, svona fyrir mig bara sem algjöran leikmann, þú veist, þessi röskun og þú byrjar á þessu, hvað það sem þú byrjar á? Hvað í gangi? Ég held að í grunninn, þú veist að ég hafi verið með kvíða og vanlíðan út af því ég hafði ekki stjórn á aðstæðum sem að voru í kringum mig og ég fann ég byrjaði að sleppa því að borða og það er alls konar hlutir sem spila inn í það að maður gerir það. En var þetta bara ómeðvitað? Nei, ekki ómeðvitað, þú veist, til að byrja með það að segja, ég var bara svona unglingur, Já. þú veist, ég hugsaði, þú veist, ég prófaði þetta og megrun sem náttúrulega bara endalaust verið að tala megrun og grennast, það geggja, grennast og svona. Ég ákvað að gera þetta og þú veist, kannski, ég man ekki einu sinni alveg hvort það hafi verið, þú veist, bara hugmyndin að grennast. En ég grenntist og mér leið betur að það róaði mig niður. Það róaði mig einhvern veginn niður að hafa stjórn á þessu. Ég gat ráðið í hvernig mér leið og það deyfði mig. Fannstu fyrir hungri? Ég veit ekki alveg, sko, það var ekki hungrið beint. Það var bara deyfingin. Það var stjórnin sem að gaf mér eitthvað. Og það er erfitt að lýsa þessu en mjög margir skilja þetta og plús það síðan grennist maður og maður lítur út eins og samfélagið vill að maður líti út. Þú lítur út eins og þú telur að samfélagið vill að líti út. Já, en sko samfélagið ítir endalaust undir þetta með skilaboðum að í raun og veru því grennist sem þú ert upp að vissu marki því betra. Þannig að ef þú grennist og ert í neðri mörkum þess sem kannski normal fyrir okkur svona vestrænar konur, þú veist, þá í raun og veru svona í neðri mörkum þess sem normal æskilegra heldur en í efri mörkum þess sem normal. Ef maður talar eitthvað sem normal. Þetta svolítið skilabóðin. Þetta svolítið skilabóðin og þú veist, það hefur alltaf þótt bara frekar flott að vera grannur. Þú veist, í okkar samfélagi og sérstaklega konur. Það svona pínu, þú veist, hún svolítið með einhverja, þú veist, það eitthvað aðlandi við þetta. En svo kemur það kannski til Indlands, til dæmis. Já. Þar þykir það ekkert eitthvað mjög eftirsóknarvert. Þar þykir bara svona hold, bara svona merkjum, svona bara, velmegun, sko. Já. Já, og þið sjáu, sko, indversku hetjurnar í Bollywoodmyndunum, þeir allir svona smá chubbies með yfirvaraskepp, sko, það bara máli, sko. Já, og það eitthvað ógeðslega áhugavert, þannig að, þú veist, á Indlandi og á fleiri stöðum, þá að vera rosalega grannur, það merki svelti og þú ert fátækur og þú veist, og þess vegna sko ádröskun, eitthvað svona vandamál sem samkvæmt rannsóknum pingulítið svona vestrænna, svona velmegunar samfélaga vandamál. Þessi birtingamynd kemur hérna fram út af að það ítt undir hana í þessu samfélagi, undir þessum kringumstæðum og það ekki jafn æskilegt samkvæmt samfélaginu annars staðar þó það sé líka vaxandi vandamál á Indlandi og alls konar það sem að, þú veist, það sem kapitalismi og neysluhyggja og velmegun að aukast og áhrif vestrænna fjölmiðla og alls hafa meiri áhrif þá eykst ádröskun í þessari birtingamynd þar en þetta grassirandi í okkar samfélagi sem að ýtum undir þessi skilaboð alveg frá blautu barnsbeini þá óæskilegt fyrir okkur að vera yfir eitthvað norm að vera feitur, hefur einhver neikvæð, þú veist, svona einhverju neikvæða skírskotun og að vera of grannur líka svolítið svona, fórnarlamb samfélagsins, þú veist, hún bara með eitthvað ádröskun, þú veist, það líka neikvæð, það basically ekki hægt að vera ásættanlegur þegar þú ert kona, útlitslega, þú veist, þú ert alltaf einhvern veginn ekki í lagi og það það sem að veldur því að þú veist, þegar þú fellur akkurat inn í einhverja kurvu og ég gerði það, þú veist, þegar ég var mjög grönn, þá var bara, viltu vera módel, heldur í þessu, það var endalaust jákvæð skilaboð
það, þannig að það bætti bara ofan á mína þráhyggju að ég myndi aldrei fara tilbaka að byrja að verða heilbrigð aftur og ég festist gjörsamlega í því sko hugarástandi að ég gæti ekki komist tilbaka og það er svo erfitt að skilja það er svo erfitt að skilja hversu ógeðslega flókið þetta að verða veikur af þessu og hversu erfitt það að koma sér út úr þessu og það er það sem við viljum svolítið gera í þessum samtökum að útskýra hversu ógeðslega flókið þetta einfalda dæmi þú veist, og ég man til dæmis í meðferðin hjá mér, ég fór í meðferð í Kanada, bara beint eftir stúdentspróf. En þá varstu búin að vera að glíma við í rauninni þá ádröskun. Er þetta það sem kallast bara anorexía? Ég var með anorexíu fyrst og svo í raun og veru var ég að reyna að ná mér upp úr því, var að reyna að byrja að borða aftur og þá lendi ég svona, ég lendi í aðstæðum sem voru mjög svona þungbærar og þá fór ég líka í búlimíu, í svona brútal sjálfsniðurrifi og sjálfshatri. Ég hataði sjálfa mig, ég hataði líkamann minn, ég tók út mitt sjálfshatur á því og búlimían tók, búlimía og anorexía, þessi samblanda bara mjög, mjög brútal. Búlimía altså, það át og svo uppkostið. Já. Og það rosalega svona grimm birtingarmynd ádröskunar og hún stjórnlaus, þú veist, svona, en þetta samhlutur. Helst þetta ekki oftast í hendur, búlimían og anorexían? Stundum, það var mjög misjafnt, sko. En þú ferð til Kanada? Já. Þú væntanlega verið mjög veik á þessum tíma? Sko, það var, sko, í raun og veru, sást það ekkert það, þú veist, það var ekkert alveg augljóst. Fólk sá það ekkert eitthvað svona, það var ekkert sláandi eins og það myndi ímynda sér að sláandi væri. Þeir sem voru nálægt mér vissu það, þú veist, ég var mikið í leiklist og leiklist var svona flóttinn minn. Þannig, þú veist, þannig að ég var í leiklist ógeðslega mikið í menntaskóla og það var þá sem ég gæti verið frjáls. Þú veist, þá fannst mér ég gæti verið ég, þú veist, einhvern veginn að það að pæla í líkamanni, ég var bara einhver annar og ég bara datt í það. Og það var einhvern veginn í sko því samhengi sem ég einhvern veginn ég fór bara úr, þú veist, því að vera þar og þú veist, þegar ég var í sjálfri mér þá var ég mjög þjáð og ég kláraði, ég gerði allt sem ég átti að gera en fjölskyldan mín og vinir mín þjáðust og þegar þau sáu að ég var bara að drepa mig, þú veist. En samt held ég að fólk hafi ekki átt að segja hversu hratt ég var að drepa mig úr þessu, þú veist, og hversu ógeðslega svona, þú veist, grófar leiðir ég var að fara. Og ég, þú veist, í dag rosalega hissa á því að ég hef lifað þetta af. Og mér finnst það svo sársaukafullt og það kannski ástæðan fyrir að ég vil gera þetta núna út af það þú veist, mér finnst það svo ósanngjarnt gagnvart sjálfri mér í fortíðinni að ég hafi þurft að fara svona langt í mínum sársaukar og í þessum svona brútal, þú veist, bara aðgerðum gagnvart sjálfri mér og án þess að hafa getað fengið hjálp hér. Sko, já, þú veist, þess vegna spurði ég með Kanada, sko. Hérna heima, það sem ég veit, það eru þetta þessir klassísku heimilislæknirinn og allt þetta sem við vita náttúrulega oftast eitthvað smá þetta, sko. Svo ertu með hvítabandið sem virðist kannski lífsins ómögulegt að koma að staðar nema bara einn og einn fundur og eitthvað svoleiðis. Engin önnur úrræði hérna heima fyrir fólk sem að glíma ádröskun? Sko, ég fór til Kanada og þegar pabbi mér var að vinna þar og ég komst inn í kerfið þar og það var þetta svo langt síðan, sko, þetta alveg 15 ára síðan. Þá var ekkert rosalega mikið í gangi hér, ég fór upp á spítala einhvern veginn einu sinni í svona öngum mínum og svona pingulítið desperat að reyna að fá okkur hjálp. Og þegar ég var, þú veist, það fattaði enginn hversu veik ég var, ég fór þangað og þá einhvern veginn var ég vigtuð og þá var ég bara ekki nógu langt undir, þú veist, mörkunum eða eitthvað, þú veist, til þess að fá hjálp. Og ég man, þú veist, það var rosalega hræðilegt, en það var þá ekki komið í raun og veru þetta hvítaband og þessi sérstaka ádröskunar teymi, þú veist, sem það núna. En þetta var eitthvað sem að pabbi og mamma og systir mín eldri fundu fyrir mig og komu mér í þessa meðferð. Og mér langaði
ekki, en ég gerði það og því ég var í raun og veru algjörlega, þú veist, ég var bara búin. Þú varst alveg meðvitið Ég var bara búin með tankinn minn, alveg gjörsamlega. Og ég gerði þetta í svona hálfgerðri blindni og af svona hálfum, eða svona 5% vilja, þú veist, út af því að mér langaði ekki til þess að losna við þetta eina stjórntæki sem ég hafði, þessa einu deyfingu sem ég hafði, sem að ég vissi af og þekkti, en ég var samt alveg að deyja og ég var búin að missa alla tilfinningu fyrir því hvernig það var að vera hamingjusamur. Ég var búin að gleyma því, en ég losnaði við sársaukann. Þegar sársaukin fór, þú veist. Því mér leikur svolítið svona forréttni að vita svona út frá alkóhólisma. Þá er alkóhólismi skilgreindur sem sjúkdómur. Ég gerir ráð fyrir að ádröskun sé í rauninni það líka. Það er ákveðið sjúkdómsástand. Og alkóhólismi er þannig sko, að sjúkdómsgreiningin sko, hún þarf að eiga sér stað sko, innan með sjúklingnum sjálfum. Sko. Og þú ert þarna í einhverjum aðstæðum og þú ert með fjölskyldu, út kannski með lækna og annað sem benda og það er allir búin að sjúkdómsgreina þig, en þú þarft að gera það sjálf á einhverju leyti. Og þú segir það þarna, ertu þá að segja að þú hafir sko, þú væri tilbúin til þess og kannski búin að sjúkdómsgreina það að einhverju leyti sjálf, en svo heldur sá prósess áfram þú kemur inn í meðferðina. Er þetta ekki rétt skilja á mér? Sko þegar ég fór í meðferðina, þá vissi ég alveg bara, ég var veik, sko. Ég vissi alveg, ég var með anorexíu, búlimíu, þú veist, ég var bara fárveik, ég vissi það alveg. Er bara afneitun í gangi einhvern veginn? Í raun var ekki, þú veist, afneitun var ekki í gangi. En viðurkenndur það út á við? Sko, það skipti ekki beint máli fyrir mig, þú veist, ég vissi alveg að fólk vissi þetta, en ég vildi bara ekki, ég þorði ekki að hætta. Þú veist, viljinn minn til þess að laga þetta var svo ógeðslega óttablendin. Ég þorði ekkert að sleppa tökunum á þessu. Þetta var haldreipið mitt. Þetta var haldreipið mitt og þú veist, þetta var það sem bjargaði mér frá sársaukanum. Þannig að það var svo margt í húfi. Ég þorði ekkert að sleppa og ég þurfti það sem ég fékk í þessari meðferð. Þú veist, það var bara stórfenglegt eftir á að hyggja, en hrikalega erfitt að þegar ég var þarna, skilju. Ég var í 3 mánuði. Var þetta svona grúppþerapí? Það var bara alls konar, þú veist, ég var bara á geðsjúkrahúsi, Homewood, mæli með, það var bara með fullt af fólki sem með fíkn, fólk með tráma, fólk með alls konar mismunandi deildir og það var bara geðveikt góð, heildræn meðferð sem þú fékkst. Þú varst bara með sálfræðing, geðlækni, þú varst með þinn eigin svona þú veist, hjúkrunarfræðing, það var bara teimi utan af þig og það tekið á móti þér með þínar þarfir, þú varst metin og þú þurftir alltaf að hafa, þú veist, viljan og þetta var valkvætt, skilur, ef þú vildir ekki vera þarna og vildir ekki fá hjálp, þá þurftir að fara þetta var ekki, þú lockdown, þú veist, og þú varst ekki heldur í þessari meðferð þegar þú varst, sko, í þannig næringarlegu ástandi að þú getur ekki verið án svona IV og, þú veist, og blóðgjafar og hliðist. Og þannig að ég ákvað bara strax, í fyrsta lagi var ég bara, ég verði þá mánudaginn, ég var dagbækurnar mér allar, sko, ég fór að finna þar daginn, það er svona, ég alltaf skrifa rosalega mikið dagbók og ég fór bara og sótti stafla af dagbókum þar sem ég horfið bara á og les allt ferlið, bara hvar ég er því ég byrja og hvar ég er því ég kem út og það er sturlað, það er algjörsamlega og ég er í sjokki og þegar ég er að horfa á stelpur sem ég er meðferðin núna á Kleppi sem ég fer til á vikulega, ég horfi bara sjálfa mig, ég bara stelpur, please, þú veist, trúið mér, þið sleppið tökunum í smá stund, þið verðið að gera það er ekki hægt að gera þetta öðruvísi, þú veist, þið getur staðið til búa meðferð, en ef þú vilt ekki smá, þú veist, þá er eiginlega ekki séns. Þú veist, en ég ákvað bara í meðferðinni, ég var bara ég hugsaði, ég ætla bara að gera allt sem þið segir mér að gera, þú veist, ég ætla bara smá svona fuck the system, eitthvað, ég gera það sem þið segir mér að gera og svo fer ég bara aftur heim, þú veist, þetta er búið. Fokkar svolítið. Og ég, þú veist, það tekur mér svona 2 vikur, þú veist, það tekur mér svona eitthvað 18.000 vikur, það tekur mér eitthvað smá tíma að komast aftur í það ástand sem ég var í, skilurðu.
þú veist, það er ekkert flókið við aftur veik. Var það planið? Nei, ég hugsaði, þú veist, það var svona varnaglinn. Þú veist, ég get alltaf farið aftur í mitt, alveg eins og þú veist, fíklar, þeir geta alltaf hugsað. Þetta er að saman Hlynur sagði við okkur. Ráðgjaðan sagði þrauka ár, hann ætla allavega að þrauka þetta fucking ár, svo getur það bara að fara og hrunið það þar þetta, sko. Þú getur hugsað þetta sem svona, þú veist, bara eitthvað svona, bara til þess að þú getur gefið þessu 100% sjans, bara gefið því sjans, ekki, þú veist, þú hefur engu að tapa nema, þú veist, í mínu tilviki, þú veist, og bara okkar, þú veist, bara, ok, þú veist, þú þarf kannski að fitna smá, ok, þú þarf að gera það er erfitt og það er birtingamynd þeirra stjórnar og þessi svona kontróls og deyfingar sem þú hefur, en þú getur sagt bara, ok, ég tek það á mig í smá stund, tekum enga stund að komast aftur tilbaka, þannig ég þurfti að hugsa það, þetta var mín leið og ég ákvað að gera allt eftir prógraminu og þú veist, það var fullt í gangi í þessu prógrami, þú veist, það var ekkert eitthvað allir óslega hóli í þessu prógrami, þú veist, það voru margir, það bara einhver að kasta upp, við veitum ekki hver er það, þessi þurft að fara á líf og það er sipul, eitthvað svona, þessi var lent í þessu og þetta er dramatískasta og klikkaðasta upplifun í alheiminu og sem mannfræðingur, það var mjög áhugavert. En hvað var kynjahlutfallið hana? Það var bara konur sem voru í þessu prógrami en svo var líka svo ógeðislega fyndið og því ég er að lesa þessa dagbækur núna sem ég er búin að geyma í svona sjóræningjakistli hérna á heimili foreldrar minni í kjallaranum og ég er búin að vita af þeim allan tíman og ég er alltaf búin að hugsa bara, þú veist, mér langar svo að gera eitthvað við þetta en ég veit ekki hvað og ég var að grafa þér upp núna bara daginn að hvatningu Héðins unnstinn svona hjá Geðhjálp sem var bara, heyrðu, það vantar það er rosalega lítið til þetta og ég bara, ok, bók, leikrit. Ég skal bara finna dagbækur og þetta er hilarious og því ég var að lesa, þú veist, ég man eftir einum einhverjum sem var að glíma við þunglyndi og hann var held ég minni mig í fíkniprógraminu og maður kynnti svo mikið að skemmtilegu fólki hana en hann var bara, þú veist, rosa þunglyndur og hann var alveg bara, og ég hitt hann fyrir utan og hann bara, já, það er allt svo hræðilegt fyrir mér, það er enginn lent í neinu, ég er hræðilega mér og það svartnættið er algjört og ég bara er hérna og svo spurði mig bara, í hvað prógram erst þú? Og hann bara, ég er, þú veist, í átursvonarprógraminu, þú veist, ég er á hérna ED, hérna Girls, eitthvað og hann bara, þú veist, hérna, þitt vandamál er ekki neitt, einu sem þú ert að gera er að borða og ég var bara, ég var alveg brjáluð og ég skrifaði bara, ég er brjáluð, og eitthvað svona og ég sagði vinkonu mína sem var með mér í herbyggi hérna og hún var bara, já, þú þarft að svara honum og segja bara, all I have to do is eat and all you have to do is smile og ég var bara, snap, já, nákvæmlega, þú veist, þetta er flókið, en það sem situr, eftir þetta allt saman, þú veist, verandi eins og ég er, sem er geðveikan áhuga fólki og vandamáli mitt er svolítið sprottið úr því að ég vildi svo mikið vera til staðar fyrir mitt fólk, fólki sem ég elska, mér langaði til að vera bara, þú veist, hjálpa þeim og ég gleymdi svolítið mér og smám saman byrjaði að hata sjálfa mig og gleymdi mér og mér var alveg sama hvernig mér leið og það endar ekki vel. Þannig að þú veist, en þetta fólk sem ég hitti á Geðsjúkrahúsinu er og eiginlega allir bara síðan sem ég hef hitt sem að glíma við, þú veist, einhver áfengissýki, einhver fíknir, einhver vandamál, einhver svona fólk sem er þarna, geðsjúkdóma, dörrulega. Þetta er í alvörunni fallegasta fólk sem ég þekki. Í alvörunni. Ég skil eiginlega ekki hérna sem eru normal. Þú veist, í fyrsta lagi held ég að það sé ekki til eitthvað svona sem er normal og þú ert að fela eitthvað eða þú hefur ekki aðgang að þessari dýpt, þessari fegurð, þessari næmni, þú veist, þessari nánd, sem það krefst til að vera svona, til að fara þangað sem að margir fara, opna mikið. Þú veist, það er svo fallegt og það er svo sársaukafullt, þannig að maður þarf að fá hjálp oft út af því að sársaukin veldur svo alvarlegum afleiðingum aðalega fyrir þig. Já, sársaukin er svo mikill kennari, sko. Hann getur verið það, þú veist, hann getur verið það og það er það sem við erum að gera í þessum samtökum og það er það sem mér langar mest til þess að gera í lífinu er bara, þú veist, sársaukin minn, stærsti sársaukin minn er það sem ég er þakklátust fyrir vegna þess að ég hef lært.
þú veist, ég hef lært út frá honum. Ég væri ekki, þú veist, ég myndi ekki vita neitt neitt ef ég hef ekki upplegað hann ógeðslega djúpa, þú veist, hellaða sársauka. Og ég myndi ekki skilja aðra, þú veist, það sem ég hef fram að færa og það sem ég get boðið börnunum mínum það sem byggt á þessu og það sem þetta býður upp á þegar maður vinnur þessu út úr þessu. Og þegar maður skilur aðra og þegar þeir skynja að maður skilur þá og dæmir ekki og þetta krefst þess að þú dæmir ekki þig og það stærsti, þú veist, það stærsta hindrunin. Þegar þú dæmir þig og refsar þér og hatar þig, þá kemst ekki neitt. Þannig að þú þarft að fara í ferðalag, massíflega sársaukafullt og síðan skemmtilegt. Og það seinni helmingurinn af meðferðinni minni var bara fáránlega skemmtilegur. En ég var bara hekla og mála og bara hugleiða og bara eitthvað svona, þú veist, fannst allt fáránlegt og hellað þegar ég byrjaði, en fannst það geggjað í lokin og því ég var búin að tengast aftur við sjálfa mig á þess að hata mig. Men hvað gerir svo eftir meðferðina? Þú klárar meðferðina, erstu bara... Eftir meðferðina, þá, þú veist, þá ég bara búin að fá sko, fullt af verkfærum sem þú ætlaðir að nota? Sem ég vissi ekkert, þú veist, sem ég notaði og hef notað síðan. Í öllum, þú veist, lífsins verkefnum sem ég fæ, sem hafa alveg verið, þú veist, bara eins og í lífi allra. Það lendir enginn ekki í neinu. Og ef það lendir ekki í neinu, þá bara frábært fyrir þá. Það bara æði. Þú veist, ég bara mjög glöð að fólk lendir ekki í einhverju hræðilegu, en flestir lendir í einhverju. En hvernig verkfæri voru þetta? Var þetta eitthvað svona sporakerfi eða hvernig var þetta byggt upp? Nei, þetta var í raun og veru, þú veist, þetta er ógeðslega fyndið. Og ég og það var ekki eitthvað svona dagbækur. Og það var ógeðslega mikið af væmnudóti, þú veist, sem ég var bara á ég hugleiða mig í gegnum þetta ef ég bara að fara í horticulture eitthvað svona gras, eitthvað plöntur út úr áturskunni, þið skiljið ekki neitt og það var bara eitthvað svona ógeðslega minnst ekki meira en þetta og alveg ógeðslega kokki fyrst og ég sé þetta úr dagbókinni, ég skrifa basically allt sem ég hugsa og það er svo fyndið og ég bara, mér þykir pingulítið vænt þessa fyndnu típu sem ég var í byrjun, bara alveg gjörsamlega einhvern veginn rá ógeðslega þjáð, svo mikið samt eitthvað að vilja, pingupons sem var samt alveg nóg til þess að ná mér út úr því og það er nóg fyrir þá sem eru þarna, það er nóg að vilja bara pingu, skilju, til þess að komast út. Þú þarft bara aðeins að, þú veist, þú þarft bara að grípa í haldreipið hvar sem þú finnur það. En ég, þú veist, það var svo margt. Ég byrjaði að hekla og ég heklaði huge teppi allan tímann sem ég var þarna sem ég gaf bestu vingurinu þegar ég næði spadd, eitthvað svona huge, ekkert fallegt, skilju, en ég byrjaði að mála, ég mála ógeðslega mikið, ég bara, ég mála mig út úr þessu, þú veist, ég hafði ekki ræktað neitt listrænt í sjálfur minn nema leiklist í 3 ár, þannig að mér fannst ég vera tóm, ég hafði ekki neitt, þú veist, ég hafði ekki neitt fram að færa og því ég var bara búin að vera veik, ég var búin að vera að sinna sem ég svona, sem ég bjó til sem, og þú veist, sem er eftir bók sem ég þekki, sem ég las, ég dæmdi mér í allar heimildarmyndir, allar bækur, allt átráskanir bara sem ég fann á bókasafninu á geðsjúkrahúsinu mínu. Love it, sko. Og ég bara dæmdi mér í allt og ég fekk bara, ég fór ógeðslega mikið inn í búddisma, ég fór rosalega mikið inn í hugleiðslu, ég byrjaði að hugleiða ógeðslega mikið og þú veist, gera þessa hluti sem voru lykillinn minn að þessu og hugleiðsla og búddismi og bara svona spiritual, þú veist, ég hef alltaf verið það, alveg frá því ég var lítil, en þarna var rosalega hjálplegt svona verkfæri fyrir mig. Og þú reynir bara að ferða inn í andlegan þroska. Já, bara ferða inn í, þú veist, bara mig og eins og inn í okkur, þú veist, allir sem eru þengjandi, sem eru tengdir, þú veist, og það er leiðilegt að fólk þurfa alltaf að lenda í einhverjum áföllum til þess að tengjast, en börn eru tengd, þú veist, börn eru tengd þá þau gleyma að vera tengd og við sem fullorðna fólki erum alltaf bara að leita að sama og þau eru náttúrulega, skilurðu. Og þegar við erum heil, þá erum við bara eins og börn og gúrúarnir okkar eru börnin í mínum tilviki, þú veist, í mínum huga. Og við erum okkar eigið gúrú, þú veist, ég trúi ekki á neitt annað. Við, þú veist, þegar við finnum að við erum ekkert betur en einhver annars. Við erum bara öll eins. Ljósið okkar er alveg uppskert. Hvort sem þú ert í neyslu, í átröskun, þú ert hellaður, þú ert ofbeldismaður, þú ert whatever, hvað sem þú ert. Ljósið okkar er alveg eins. En þegar við erum í sársauka, þá
þá kemur það illa út og það getur skaðað aðra líka þess að skaða okkur og aðra en ljósið alltaf þarna við þurfum bara að finna það aftur veist, þetta bara mín hugmynd þetta. Hvað með þarna sko, þú talar að svona undirrótin séu óafgreidd áföll tráma hvað með sko, þetta rauninni tvíþætt spurning það rauninni með svona stúdana unglingur, hvað með yngra veist, bara niður í 7, 8, 9, 10 sko. bara krakka sem fara inn í átröskun það eitt, veist, hvað pælingi það og sko, getur átröskun af ýmsum toga, hún sekkið ekki allir þess afbrigði og kannski ferði það líka eins og eftir getur þetta sprottið úr engu, eru alltaf eindir sem sitja og alltaf eitthvað brot, alltaf verið að brjóta á einstaklingnum á einhverju leyti? Sko, að einhverju leyti. Ég held að átröskun geti alveg gerst burt sér frá því hvort fólk hafa lent í áföllum eða ekki. Þú veist, ég held að sé bara alls konar erfðafræðilegi þættir, þú veist, það eru tendensar, þú veist, það eru persónuleiki, þú veist, þú ert svona einhver samfélagslegi þrýstingur og samfélagslegi þrýstingur ógeðslega samfélagsmiðlar það er rosalega stórt og þú veist, við erum alltaf að fá sko, konur eru alltaf að fá skilaboð að við séum einhvern veginn ekki í lagi. Hvað finnst þér þessu samfélagsmiðlum sem að ég get bara mér finnst það er svona tvíeggjað sverð eða svoleiðis. Það þegar að svona fallegir influensar eru gett sætar og svo svona myndir hliðin og það sem eru gett svona feitar þú skilur hvað ég minna þess að senda út skilaboð þetta ekki alltaf eins og það sýnist en það eru samt ég skilur hvað að fara með þetta það alltaf einhverjum stelpur sem pósa og svo sýna hvernig þetta í raunveruleikanum en í raunveruleikanum eru það samt gett heitar þannig að þetta skilaboðin komast ekki til lít út til að gett heitar skilaboðin, mér finnst þetta svo heimskulegt sko. Mér finnst þetta ekki réttu skilaboðin þetta er svona getur útskýrt að betur fyrir mig pælingum á bakvið þetta mér finnst það svo fyndið og það sko, þetta var svona, þú veist, samfélagsmiðlar voru ekki þegar ég var yngri, þú veist, að þessu leyti en mér finnst þetta alltaf svona, maður er svona pínu vakandi fyrir öllum skilaboðum sem er svona, það er alltaf sama rótin, það er alltaf verið að setja einhvers konar merkimiða á útlitið þitt. Já, einmitt. Who cares í alvörunni, ef maður hugsa í alvörunni, ef þú hugsar manneskuna, þú veist, ömmuðina eða þú veist, einhverja manneski sem gerir eitthvað fallegt fyrir þig hver það? Þú veist, hvað tilfinning vaknar inn í þér þú veist, ástartilfinningin þú veist, ef þú elskar eitthvað ertu við ömmuðina að hugsa bara ef hún væri bara aðeins mjórri ef hún væri með aðeins færri hrukkur það hugsar enginn ást ekki þannig tenging ekki þannig og konur ekki síðri þegar eldast og hrukkur, feitari, mjórri og kallar ekki heldur og skilaboðin og þegar við tölum stundum þú veist, eins og strákar þú veist, í þennan svona neyslu heimurinn búin að fatta að það þetta target að stráka líka þannig að þeir eru byrjað að mála sig og vera fórnarlömb þess kultúrs hvernig þeir eru að vera og þú veist, það bara að vera að targeta hópa sem eru móttækilegir fyrir því að kaupa ykkur vörur konur kaupa meiri vörur anti-aging cream ég verð að segja þetta sorry, ég með æði fyrir þessu ég hata anti-aging cream serum nei sko, serum alltaf leið en ef þú heitir anti-aging cream þá það basically eitur sem drepur þig ég hata pælinguna ekki kaupa þér anti-aging cream og það eina sem anti-aging að deyja við viljum ekki deyja þú veist, ég hugsaði vel húðina þína gerði það eins og þér sýnist en ekki gera það út að þú hatar að eldast þú veist við elskum, þurfum við ekki að fara að læra listin að deyja listin að lifa en hvernig þetta bregðast við sko, því að nú erum við það er list, þú veist, það er sko raskaninnar þetta er einasta moment raskaninnar, það er einhliða teininum svo þetta orðið meira ekstrímur og komnir út í það er allir með varafyllingar, skilur við ekki allir, ekki ég rosalega skilur þetta er orðið svo stór innar þetta að gleypa okkur öll skilur líka það er sílikoni og varafyllingarnar og allt þetta og svo bara áfram og svo helst allt í hendur þetta er svo sjúklegt ástand hvernig hægt að tækla þetta nú ert þú hérna í hringiðinni í miðju sko í kjafti plóndrekans eða hvað sem það segir og mér finnst það svo fallegt sko og vegna þess að ástand fyrir mér finnst það fallegt og ekki pirrandi út af að
leiðum að tala þetta leiðum að segir þú veist, án þess að skammast sín að þú veist, ég var þarna, ég veit hvernig þetta sásökin mikill, ég skil þetta Má ég fá súkkulaði? Já, maður skilur þetta Nei, ég skil, þú veist, ég veit hvernig þetta þannig að þú getur talað við mig án þess að hafa áhyggjur af því að ég dæmi þig og ég dæmi þig ekki ég dæmi ekki mig, ég dæmi ekki þig og því sásöki samanlegur við dílum öll við það flestir, ef þú ert ógeðslega heppin basically að vera sko, viltu súkkulaði? Þú veist, ef þú ert trúaður þá ertu heppin þú veist, ef þú elst upp í samfélagi sem svona spiritual þú veist, ef þú ert tengdur náttúrunni, ef þú ert með eitthvað svona alls konar, þú ert með rosalega gott félagslegt net og stuðning frá fjölskyldunni og þú ert ekki dæmdur út frá einhverju þú veist, það svo margt sem það að spila inn í til þess að þú sett fullkomlega stable manneskja, þannig að það að vera þjáð, það að lenda í rugli í okkar samfélagi, ef við tökum bara Ísland það er basically sko næstu þetta reikna með því að þú komist ekki út úr því að alast upp í þessu samfélagi sem með þessi skilaboð án þess að gagnrýna þau, þú veist hérna, ef þú ert ekki bara sko, þú veist þú þarft að vera, þú getur eiginlega ekki farið í gegnum bara æskuna hérna bara án þess að hnökra laust, skilur án þess að þér finnist eitthvað að vera að þér og þú fellur ekki inn í eitthvað whatever. Þannig að ef ég segi, og það er það sem er fallegt, ég ætla að koma aftur að því, það sem er fallegt er að við viljum öll, það vilja allir, þú veist, tengjast, það vilja allir vera tengdir, það vilja allir einhvern veginn bara tala hlutina, þú veist, og geta bara einhvern veginn verið, þú veist, ekki dæmdir og vera ekki einhvern veginn í einhverju rugli út af þú veist, fjölskyldurinn sinni eða foreldurinn sínum, einhver gerir þetta, þjakaðir af einhverjum áföllum, þú veist, það lenda allir í einhverju og þú þarf að díla við það, þú getur talað það, svo þú sért ekki fórnarlamb einhverju hluta sem þú kannski hefur ekkert vald yfir, sem er liðið og þú veist, þarft hjálp til þess að bara geta tekið ábyrgð á því og leið maður segir, þú veist, þetta þú veist, ég er alltaf rosalega mikið Al-Anon og alls konar einhverjum samtökum, þú veist, ég nota bara allt, ég fyrir sálfræðings, ég bara geri allt, ég trúi á það og ég styð það og ég bara vil að fólk geri það, bara vertu opinn fyrir öllu og það er ekki það mikið í boði ef þú gerir það ekki. En þegar þú ert að fara inn á Klepp, ertu þú að fara í forsvari fyrir sátt? Nei. Ertu þú að koma sem einstaklingur með reynslu eða veist, fyrir hvern ertu að koma? Eða skilur, í forsvari fyrir hvað? Ég byrjaði basically með því að bjóða fram ég ætla bara, sko, eftir ég fór í meðferðinu mína þú veist, ég fór þangað út og ég ætla bara ekki að segja neinum. Ég ætla líka að spyrja með, hvernig hefur þetta gengið síðan? Hafa verið bakslög? Ertu alltaf að díla við, sko? Já, ég skal bara svara þessari spurningu bara á sama tíma. Já. Hérna, eftir ég fór í meðferðina, þá, þú veist, ég fekk svo ógeðslega góða meðferð og þú veist, þegar maður er búin að vera svona veikur svona lengi, þá er þetta brautir í heilanum hans sem að þekkja þessa leið. Þú veist, það er vita, þetta er bara líffræðilegt, þú veist, það er vita, sársauki, þetta virkar, deyfingin er þarna, þú veist, allir fíklar, allir sem hafa gert þetta með kynlífi eða whatever samböndum, einhverjum leiðum sem er ekki að þjóna þeim, þeir þekkja þetta, sykri, mat, whatever, matur mjög algengt. Og hérna, ég fór bara vann í því að finna milljón aðrar leiðir, aðrar brautir, veikari brautir en margar brautir. Þannig ég get farið margar aðrar leiðir þegar það komið sársauki og það er bara þjálfun, þú veist, sem er skemmtileg að hluta til. En hérna, og þessi 15 ár fór ég sem bara heim og ég, þú veist, hef talað við fólk inn á milli, stelpur sem hafa komið til mín og því ég sagði, þú veist, ég ætlaði ekki að segja neinum þetta áður en fór út, allir átti að segja bara ég hef farið til Fiji, þá mátti enginn vita ég hef farið í átröskunum meðferð, mér finnst það hræðilegt að fara geðsjúklingur á geðsjúkrahúsi við útlínum, það er bara andstæðan við allt sem ég átti að vera, eitthvað flippur, leiklistar, skvís, eitthvað, þú veist, eitthvað, það var bara, það var ekki séns, og þú veist, sem maður skilur alveg vel, skilur, hérna. En ég kom tilbaka og var bara, ég var á geðsjúkrahúsi með átröskun, þú veist, bara eins og öllum var ekki sama, þannig séð, en ég var samt
mjög upptekin að því að vilja segja öllum út að ég vildi hjálpa þú veist, einhverjum þannig að það hefur svona í gegnum tíðin að hafa komið þú veist, stelpur og nokkrir strákar þú veist, og svona tala við mig fá bara svona aðeins eitthvað svona þú veist, að spjalla og einhverja aðstöð og ég hef gefið þeim eitthvað svona sem ég hef lært og bla bla en síðan fór ég bara í nám lögfræði og mannfræði og fór, þú veist, til útlanda, fór að ferðast, fór að gera aðra hluti, fór að fulla í leiklist og bara svona og eignast börn, þú veist, eignast kærasta, verið í ástarsorg, verið í allir, þú veist, bara að gera allt þetta svona klassíska og þetta var ekkert, ég var frjáls frá átrúskunni, þú veist, ég var gjörsamlega frjáls. Á þess að þurfa að vera eitthvað viðhald einhverjum sérstökum bata, þannig að ekki svona kerfisbundið? Nei, en það sem þið situr eftir að þegar ég hef lent í einhverjum áföllum sem það hefur komið fyrir þá það fyrsta sem kemur bara hætta að borða það virkar, þú veist, bara gerðu það. En hefur þú gert það? Eða? Nei, út af því að þegar það gerðist sko, ég hef algjörlega fristast til þess að svona vilja daðra við þetta og ég hef, þú veist, einhvern veginn ég hef daðrað við átrúskunar hegðun inn á milli en ég hef aldrei farið á þennan stað sem ég var á og bati alls konar hjá fullt af fólki og þú veist, hann getur verið upp og niður og hann getur verið þú veist, línulega, bara upp og niður og það ekkert að því og það eðli þessa sjúkdóms. Ég var svo heppin að fá svona ógeðslega góða meðferð sem að náði mér út úr þessu svartnætti. Það ég meina, þú veist, það það sem við eigum rétt á. Það sparaði íslenska heilbrigðiskerfinu fullt af pening að ég var ekki á örorkubótum eða inn og út af geðdeild sem ekki fullnægjandi. Ég meina, þú veist, það bara, það algjörlega basic. En ég, þú veist, þetta svona, ég veit af þessu, þú veist, meðvitundin lykillinn, þú veist, að vera meðvitaður það. Þegar ég hef lent í alvarlegum hlutum eftir að þetta gerðist, þá var ég svo heppin líka að ég átti börn, þú veist, þegar svona kannski erfiðustu hlutinir hafa gerst og þá voru þau vissulega svona mitt haldreipi, þú veist, þau voru ástæðan fyrir ég vildi ekki fara, ég gat ekki, því ég vissi, meðvitundin var bara, ef ég fer þessa leið, ef ég fer þangað, ef ég hætti að borða, ef ég ákveð að fara þangað í alvörunni, þá var ég, þú veist, þá ég komin þangað og það dark og þar ég týnd og þar ég ekki ég og þar ég ekki mamma þeirra og að vera mamma mestu forréttindi sem að ég hefði nokkuð geta ímyndað mér og ég vissi ekki ég gæti eignast börn en ég vissi alltaf að mér langaði eignast börn því ég var lítil þannig að mér dreymdi mér dreymdi þú veist, þetta milljón dúkkur hugsa, þú veist, það var bara ég hef alltaf verið barnamannski, ég elska börn út af mér finnst þau bara að vera gúrúar þú veist, mér finnst þau vera eina liðið sem meikar eitthvað sens þú veist, fullorðið fólk bara lítil börn sem eru týnd í mínum huga oftast en síðan nema fíklar og þeir sem hafa dílað við sitt þeir eru búin að átta sig á þessu og eru aftur börn margir og við, ekki allir ég tala svo Hanna, mér langar að einn spurningina núna fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum síðan þá fyrir að koma upp svona ný tískubóla eða nýtt þeng fólk fyrir að fasta og þetta borði ekki morgunmat fyrir klukkan 10 borði ekki neitt fyrir klukkan 12 og svo tímabilið þá fór ég að taka svona vassföstur ég fór að taka aðra hverja viku fór ég að taka vassföstur kannski frá sunnudegi fram á miðvikudag og svo kemur gaur hann hvað heitir hann Tryggvi Viðars? Nei, Tryggvi Já, sem hafa búið í tjaldi Nei, ekki Tryggvi Hansen það annar Tryggvi, gaurinn sem vann hjá Yvonne Line Já, aðalgaurinn, hann sem alltaf var 200 ára Já, Vestmannaeyjum hann fór að taka svona 10 daga massaföstur og rosa flott svona benefits líka minn fyrir detox ástand og brenna fitu og ég að þjálfa ásetning og viljastyrk og ég að kynnast sjálfum með því ég upplifi bara svo mikla sorg bara einhvern veginn því ég næði ekki að spæka kerfið með mat og sykur og þannig að alls konar gott stöf en svo ef ég nefni þetta til dæmis eins og konuna mína sem að með bara svona frekar heilbriða svona líkams
vitund, þá finnst henni þetta að vera mjög bara vafsamt og hún bara elskar að borða og henni finnst þetta að vera alltaf bara einhvern veginn svona á jaðrinum bara yfir að fara yfir í eitthvað eitthvað sideways hvað finnst þér þetta föstu æði þetta ekki svolítið æði? Þetta er pingulítið æði en þú veist og ég kannski svona, það sem skiptir mestu máli í þessu mér mest and að við pössum upp á krakkan okkar þegar við erum fullorðið fólk þá getum við gert það sem okkur sýnist við okkar líkama og okkar geðheilsu og þú veist við tökum bara ábyrgð á því sjálf og þar skiptir mestu máli bara okkar ásetningur með hlutunum þú veist, ef við erum að fara í föstu og ásetningurinn okkar eitthvað svona andleg frelsun þú veist, einhver eyðimerkur ganga þú veist, að þjást smá skilur, eða ætla að labba í kringum landið á fastandi og á berfættur þú veist, út af þú ert að fara í gegnum eitthvað tráma þú veist, þá bara gerir þú það alveg ekkert mál en þú veist, sko og það getur verið spiritual og andlegt og þó að þú léttist 70.000 kíló þú veist, það bara skiptir ekki máli og það er bara þitt þing þú veist, en ásetningurinn skiptir mestu máli en ef þú ert að gera það út af innstinni hatar þig þú veist, og ert bara að finna leið til að refsa þér þú veist, með því að nota mat og ert að finna, þú veist, þú þarft að skoða þig þú ert að skoða þinn ásetning og það er þín ábyrgð sem fullorðin manneskja en þegar við erum að prýtsa einhverjar aðferðir sem að geta verið mjög alvarlegar fyrir börn, þar set ég mörkin. Ég meina, erum við að því? Nei, sko, ef við erum að tala að, þú veist, að fasta sé eitthvað sem er æskilegt fyrir fólk að gera þegar þú ert fullorðin, allt í góðu. Kannski innan á heimilum. Ekki smita börn af þessum hlutum, sérstaklega ef það hefur eitthvað með líkamaðinn að gera og það við eigum það sem við þurfum að gera þú veist, og ef við erum í alvörinu breyta hvernig við tölum, þú veist, hvernig við ölum upp börnum okkar í því að sko, með því að hata okkur sjálf og reyna að breyta okkur þú veist, ef það er nálgunin og það getur verið nálgunin á þess að við séum meðvituð það en bara hugsa hvernig við tölum okkur fyrir svona börnum okkar það er það sem við erum að kenna þeim við skulum, ef við hötum okkur og við viljum breyta okkur ef við getum ekki sætt okkur við okkur sjálf þá er það okkar verkefni ef við viljum í alvörunni ekki að barnið okkar hati sig og þegar við getum horft á börnin okkar og við elskum þau alveg eins og þau eru fullkomin, þau eru óþolandi en við elskum þau það er engin, þú veist, það er ekkert annað þú veist, ef við sjáum þau það er bara, þau eru bara fullkomin þú veist, en við setjum rosalega fyrirvara á okkur þú veist, og það við erum ekki einhvern veginn, eitthvað út af að við erum ekki búin að fá þessi stöðu við erum ekki búin að léttast þetta endalausi fyrirvarar þú veist, við erum að segja börnunum okkar að það séu massífi fyrirvarar á að þau elski sig það er okkar hlutverk þannig að við sem fullorðið fólk við þurfum að taka ábyrgð á því hvað við gerum hvernig við tölum hlutina og það þú veist, það bara kemur eftir þú veist, djúsfestu kemur eitthvað annað það eru milljón hlutir sem fólk gerir út allan heim til þess að, þú veist, til þess að ná okkur í spiritual tengingu, þú veist, ayahuasca, þú veist, bara hérna, þú veist, að fasta eða byrja í köldum böðum, þú veist, allt er bara, allt í lagi, þú bara prófar það sem virkar fyrir þig, verður bara alveg opinn, ekki vera of trúgjarn, ekki gera bara eitthvað út af einhver gúrú, whatever, gera það, hugsaðu bara þú veist, hvað tengi ég við, hvað hjálpa mér, þú veist, ég elska að vera í vatn, allt sem tengist vatni, bara you name it, það bara ég elska það. Ég elskar hluti sem að tengist þessu, þínu og þessu. Ef þú getur skoðað fyrir þig róttækasta compassion dæmi, þú getur þetta ekki, radical compassion, ég elska það. Hætti að borða lakrís. Það var öðru fyrir mig, en ég elska lakrís, en ég veit hann er hræðilegur. Ég er hætt að borða í lakrís alveg hluti miður, saknaði smá þegar þú segir það. En sko, þú veist, radical compassion fyrir sjálfum sér. Það er róttækasta mótvægis aðgerð gagnvart öllu í lífinu og það, þú veist, besta sem þú getur gert. Og það er bara ekki elska einu sinni. Þú veist, sátt eru samtökin okkar, þú veist, og ég er að skrifa í dagbókinu minni sem er kaldhæðnislegt, því ég var búin að stofna sátt áður. Þá er ég að skrifa að mér langar bara til að vera sátt. Mér langar ekki til að hafa hamingju það er ekki að fara fram á það. Við erum bara einhvern veginn, ég vil bara ekki hata mig þú veist, ég vil ekki vera alltaf í svartnætti sátt í eigin skinni ég var bara sátt í eigin skinni, sátt í eigin huga sátt í eigin hjarta þú veist, ekki
líkaminn okkar bara randomly eins og hann við fættumst bara einhvern veginn, hann hefur ekkert með okkur að gera og það algjörlega handahófskennt hvernig við erum og ef að það besta sem við getum gert við okkar litla líkama sem að ferðast hérna í einhvern random tíma sem við höfum enga stjórn á nema einhverju pingu litlu leyti það besta sem við getum gert bara að finna hvað við elskum og þegar við hlæjum þá það alvöru það bara alvöru núvitund þegar þú hlærð, það enginn að fara það ekki svona, núna skal þú hlæja þú hlærð bara og þið finnst eitthvað fyndi og það tengist þú hjartað það ekki út að það æskilegt að gera það núna gerðu það sem lætur hlæja mest ef þú ert í tómu rugli gerðu bara það sem lætur hlæja mest í eins langan tíma og þú þarft að gera til þess að finna aftur þig það það sem ég myndi segja og fyrir krakka hættum að segja þeim að vera ósátt breyta sér hvernig þau eigi að vera það miljón útfærslur að því hvernig fólk má vera og eigi að vera ef við skoðum ekki ef við erum ekki með einhvern annan sem við gerum eiginlega bara alltaf þegar við erum með okkur sjálf við viljum ekkert með einhvern annan en hvað með eins og ofátt og þannig það bara sami hluturinn þetta ekki bara eru þið líka að díla með það í þessum tengdur öskunum, það ofátt þar undir? Ofátt það ákveðið stjórnleysi þetta líka já, átröskun bara þú ert að nota mat til þess að deyfa þig með einhverjum hætti hvort það ofátt, bara of lítið eða kasta upp, eða nota laxatives eða bara whatever þetta bara basically samnefnari fyrir þá sem eru að glíma við sína vanlíðan með óheilbrigðum hætti í tengslum við mat og það ógeðslega algengt því að ég skil mjög vel hérna það náttúrulega mikið búið að berjast fyrir að útrýma fitusmánun og annað og náttúrulega þetta heimfæra það yfir á anorexíu og þess konar raskanir en hvar, að því að þetta er búið svo mikið umræðinu hvar liggja mörkin hvenar að því við erum alls konar við megum vera hvernig sem en einhvern tíma verður ástand sjúklegt of mikið, hvernig þetta stíga inn og viðurkenna einhvern sjúkleika án þess þó að vera fitusmána eða eitthvað sem slíkt, skilur hvað að meina? Að því það að sama við fólk mjög mjótt, skilur og þú vilt ekki, og svo erum við með samtöku utan fitusmánun sem á fullan rétt á sér en á einhverju tímapunkti ástand ekki heilbrigt einstaklingur. Akkurat. Hvernig þetta stíga inn í þetta svona áta jarðsprengjusvæði og skilur hvað að fara með þetta? Já, algjörlega, og þetta líka mjög áhugavert svona umræðefni og það eitt atriði í þessu þú veist hjá okkur svolítið svona atriði að bara líkamsvirðing það svona að samþykja alla líkama það eitt atriði en líka bara ekki vera að pæla svona mikið í líkumum bara, ég ekki að pæla frá líkama heldur heilsu bara einstaklinga eingöngu ég algjörlega sammála og það vissulega ég tel að við misnotum mat á einhvern hátt út af því að það að fylla upp í eitthvað ef okkur líður vel í hjartan okkar ekki endilega einn skinni heldur bara við erum ekki stanslist að rífa okkur niður við erum ekki ósátt, við erum ekki óhamingjusum við erum ekki dralalala, við erum að réttlæta hvernig við lítum út með hvernig við lítum ekki út, hvernig við myndum lítum út bara endalaust shit, annarkvæmt í haustum okkar eða bara frá samfélaginu þú ert of þetta, þú ert of hitt eða ef að við erum ef við finnum frið þar sem að við erum ekki í einhverju ströggli stanslaust við einhvern eða reyna að réttlæta eitthvað dörlega þá trúi ég í alvörunni að við munum svona gravitita gagnvart því sem gott fyrir okkur ef við þurfum ekki að deyfa okkur hvort sem það lítur út hvort sem það sérst utan okkur eða ekki út að þú getur verið í ofþyngd rosalega augljóslega mikil ofþyngd út að þú notar ofátt tekur svona binging kost og það sést að þú ert bara 200 kílóum ofþung eða eitthvað það augljóst, þú ert með hjartagalla og vandamál og alls konar afleiðingar af því og það langa oftast þannig eða þú ert í algjör svelti það sem þú ert bara alveg rosalega grannur það augljóst, þú ert með líkamlega vandamál og þarna þetta augljóst en svo getur þú verið alveg að fá hjartaáfall í kjörþyngd að fara í crossfit mót og bara með allt á hreinu út á við blablabla en að deyja úr átröskun út af þú ert bara með rosalega sturlað samband við mat og við
outköst eða svelti inn á milli, það sést bara ekki utan að þér. Jú, oft þjálfun mögulega. Oft þjálfun, þú veist, það sést basically ekki utan að þér. Ýktustu dæmin, langfæst dæmin sjást utan að þér. Þannig að þú veist alls ekki hvað ég og þú veist, eitt okkar getur verið bara með massífa átröskun og þetta er ekki, og, þú veist, og líka út af því að líkamlegu áhrifin, þú veist, að vera á barmi þess að fá sér hjartaáfall og allt þetta, það er eitt, en eins og átröskanir, þú veist, sjálfsvígstíðnin er hæst á meðal þeirra. Heyrðu, já, sko, það sem að mér langar að vita það eru sko allt svo aðstandendurnir. Já, vá. Og allt svo skömm, og það eru þetta skömmin hjá sjúklingnum. Já. Og svo skömmin hjá í rauninni sjúklingunum sem eru aðstandendur, því aðstandendur eru náttúrulega líka sjúklingar og það er hérna sko skömmin í rauninni, er uppspretta skammarinnar hjá aðstandendum, er það vanmátturinn? Það er rosalega. Skilurðu? Já, algjörlega, og þú veist, það er svo hræðilegt í raun og veru við þetta og þennan sjúkdóm og átraskanir er bara að það er svo mikil misskilningur oft í tengslum við þetta að þetta sé einhvern veginn fjölskyldunni að kenna eða æskunni eða þessi, og það er bara svo margt annað sem spyrir inn í þetta líka og það er ekkert gefið að sé eitthvað svona hræðilegar fjölskyldu aðstæður eða mamman sem er overbearing eða eitthvað. Algengur sjúkdómur hjá svona sérstaklega fólki sem hvað sem er svona millistéttar og ofar. Það er eiginlega bara engin, þú veist, regla það, þú veist, ég meina við erum náttúrulega bara á Vesturlöndunum með þetta vandamál eins og við tölum í byrjun. En hérna út af birtingamyndin er bara þannig að samfélagið okkar ítir undir það í raun og veru, þessa birtingamynd að það er annars staðar deyfing á sársauka annars staðar. En hvað ítti þá undir þetta fyrir 100 árum, skilur? Sko átraskanir hafa verið til alveg bara hillingi en samt ekki í þessu svona magni, ekki þekkt þú veist, að þessu leiti þannig þið sjáu bara línuna svona? Að einhverju leiti og þú veist, og ég svona persónulega á svona óvísindarlegan hátt til að sé meðal annars út af bara samfélagsmiðlum og svona og ég er endar svona persónulega held að það sé líka eitthvað svona í tengslum við að vanta einhverju tengingu við eitthvað svona andlegt, þú veist, og sem er þá kannski mögulega trú og þess að það er hvað sem er sem maður finnur það er ekki verið að trúa brögð, heldur bara svona einhver tenging og aðalega, þú veist, ég held að svona skortur og tengingu sé rótin á bara vanlíðan og svona þjáningu og sársauka, þú veist, þannig að ef við höfum tengingu við fólk, nánd, skilning, samtal, knús, þú veist, það sem ég það sé rosalega stórt. En myndirðu segja að þessi tengslaskortur, er það afleiðing eða er það orsök, sko? Sko, það bæði, þú veist, ef það er orsök, þú veist, ef þið skortir það þá náttúrulega líka, þetta vindur líka upp á sig og þú aftengist rosalega mikið þegar þú komin í eitthvað svona fíkn eða þú veist, sem svona fólk er með ólíka skoðanir á hvernig þessi geðsjúkdómur er, en svona í mínu tilviki, þú veist, þá upplýði þetta svolítið eins og fíkn, þú veist, þetta lét bara, þetta virkaði fyrir mig sem einhvers konar fix og þá einhvern veginn aftengist maður öðrum, maður þarf ekki á því að halda og maður vill helst fjarlægast og maður vill fela og maður fyrir alls svona óheiðarleika og það er, þú veist, þetta vindur bara upp á sig, þannig að þú veist, tengslaleysið er bæði orsök og afleiðing að í mínum svona skilningi á því, sko en lausnin er alltaf tenging þannig að hvernig sem maður finnur hana, þú veist, aftur þá hérna, þú veist, þú talar þetta tengslaleysi í þessu sjúka ástandi, þá dettur mér eitt í hug sem er langarlega að koma, það var ekki á þessari beinagrind, en þetta með þú veist, nú þekki ég manneski sem hefur verið að díla við átröskun þó að hún kannski sé ekki tilbúin að viðurkenna það sjálf og í einhvern veginn í sama ástandi öll þessi ár þá er svelti á altså félagslegt svelti. Já. Veist, það er einangrun, algjör. Já. Og einhvern veginn svona fólk er ekki hleypt að. Já. Og það er kynferðislegt svelti. Veist, það er engum hleypt að. Algjör. Fattarðu hvað við? Já. Já. Og það er mjög algengt. Er þetta tengt? Er þetta svona einkenni eða? Mjög, þú veist, þú náttúrulega missir rosalega mikið tenginguna við líkamæðin og bara sál og allt, þú missir tengsli við allan líkamæðin og það er það sem er ákjósanlegt og æskilegt oft þegar þú hatar líkamæðin og
og tekur út allt þitt hatur á þínum eigin líkama sem eru í 700 vikum en mér finnst það tengja svolítið með aðstandendur og það er aðstandendur eru í svo rosalega erfiðri stöðu þegar þeir horfa upp á maka, dóttur, son þú veist, í hægu sjálfsvígi basically, þegar þeir eru alveg átöskun annarkvort það eða bara í mjög skertum lífsgæðum út af þeirra hugur og hjarta eru fókusir á þessa deyfingu eða einhverju útfærslu þessari deyfingu eða einhverju stjórn eða einhverju vanlíðan þú hatar þig að einhverju leyti og að horfa upp á mannsku sem maður elskar að gera þetta við sig er ógeðslega erfitt og sérstaklega þegar skömmin er og þú kennir þér og þitt input sé einhvern veginn hafi einhver áhrif og þegar ég hugsa tilbaka og þú veist, mér finnst það svo óbærilegt og nú sérstaklega núna þegar þú veist margir foreldrar og fjölskyldur að hafa samband við sátt í öngum sínum, skilur, hvað eigum við að gera við vitum ekkert hvað við eigum að gera mér finnst það svo óbærilegt að hugsa til þess hvað fjölskyldan mín þurfti að fara í gegnum þegar mitt markmið í lífinu var að valda þeim aldrei neinum skaða og sásöku eða vanlíðan en svo var ég bara týnd og ég var að drepa mig hægt og rólega og mjög brútali og þau þurftu bara að horfa upp á það og það var ekkert sem þú gert þú getur ekki gert neitt en það sem skiptir mestu máli og svo ógeðslega mikilvægt er að aðstandendur hugsi vel sig og við erum að tala þetta annað þegar það eru börn þú veist, þegar börn eru í þessu dæmi sem svo brútal það er svo hræðilegt en svo, þá þarf að grípa inn í það en þegar þú ert með fullorðið fólk sem er veikt, þú veist, þá er það sterkast og það á líkari við þegar það eru börn en þú verður að passa upp á þig og það er erfitt þegar þú vilt láta lífið snúast barnið, konuna, maka, þú veist, whatever en þú þinn bati er lykilatriði sem aðstandandi út af þú skiptir rosalega miklu máli fyrir viðkomandi og þó svo að þú veist, manneskjan sem er veik sem bara var ég get bara talað fyrir hönd þú veist, einhvers hóps við þessi hlið sem að fólk sýnir í sínum sársauka og vanmætti og óryggi og skelinni sem það maður er alveg gjörsamlega búin að týna sér og það sá sem er að tala er ekki þú það er ekki hjartað þitt, þú veist, það er sársaukinn þinn sem er að tala oft í mjög langan tíma og það er ógeðslega sársaukavillt og það er ennþá verra fyrir viðkomandi þegar manneskjan ætlar að ná sér út úr þessu að þau hafa þurft að draga ástvini sína með sér í þú veist, í bara myrkrið og við sem aðstandendur erum langsterkust og það var sama við þú veist, fíkla og alla þú veist, við viljum vel til staðar við viljum segja þeim það, við viljum hjálpa við viljum fræða okkur við viljum tengjast öðrum sem hafa reynslu við viljum fá upplýsingar allar sem eru í boði það er fullt af upplýsingum það er bara ekki aðgengilega fyrir Íslendinga virðist vera en það bara við þurfum að upplýsa okkur þú veist, læra þennan sjúkdóm þetta er ekki Það vantar ekki mikla fræðslu fyrir aðstandendur líka. Veit ekki neitt. En það er svo margir, þekki ég þetta vel sjálfur sem aðstandandi og það er svo margir hlutir, þessi litlu hlutir sem maður þarf að passa líka í batanum og annað til þess að tryggra ekki eitthvað sjúklegt ástand, skilur. Þannig að ef þú ert til dæmis bara með maka, þá það þurfið að vera í fullkomnu synki til þess að til dæmis bara megrun hjá hinum eða eitthvað óheppilegt orðaval eða annað, tryggar ekki sjúklegt ástand. Þannig að þetta er rosalega, þetta er svona, hvað segir maður? Þetta er svona eilíðar project, skilur það er ekkert flókið, en menn þurfa að vera á tánum og vitneskjærn og þekkingin þarf að vera til staðar. En á sama tíma þá hlýtur hún að koma að því ef að sjúklingur fer í andlega lausn og andlega vakningu, ég meina, þú veist, taktu sjálfa þig til dæmis, ég meina þá kannski, þú veist, eru eitthvað óheppilegt orðaval og annað, kannski ekkit endilega að tryggja því það er komin meðutund. Já, þú kannski ferð ekki, en þetta... Já, þú farin að geta hlustað á umhverfið og börnin og annað sem að stoppa af en þetta eins og ég hef eins og þetta við byss mér og þetta er ekki þá er þetta er alltaf hérna inni skilur eins og bara með fíknisjúkdóminn þinn og annað þetta er alltaf hérna og ég er ekki að segja eitthvað smá triggeran en þú þarf samt sem áður að vera mjög vakandi yfir svo er þetta alltaf bara mismunandi útfæstur og átrúskun og algjörlega og þetta er ógeðslega einstaklisbundi og það
svona heilbrigðast og best í þessu bara að vita, þú veist, bara hei, ok, hvað aðrir aðstandur, þú veist, í þessari sumstöðu út af það bara styrkja það svona félagslega net, þú veist, út af því að fólk á ekki að vera einangrað með þessar svona hugmyndir bara, má ég segja, þú veist, að ég sé að fara keto, eitthvað, nei, það geti, þú veist, það geti haft hræðileg áhrif út af því að það má aldrei tala neitt þannig, það rosalega erfitt. Það mjög erfitt. Og þegar maður búa, þú veist, maður lifir í þannig og þú veist, og líka, ef maður ennþá veikur af átraskurinn, þú veist, basically, sko, allir sem ég þekki sem hafa verið með átraskurinn og allir sem ég kynnst ágeðdeild og út allt, þetta besta, klárasta, metnaðarfyllsta, duglegasta fólk sem ég þekki alveg. Nei, algjörlega. Þetta alveg, og það eins og ég sé hrósa sjálfur mér, en þú veist, þetta alveg fólki sem ég tengi, þetta er töff lið, sko. Þú veist, þú ferð þessa rosalega leið og þú veist, það krefst rosalega mikils en það krefst líka ennþá flottari hluta að komast út í. Þannig að ef þú kemur þig þangað, þá kemur þig út, skilur. Þó það sé erfitt, það er erfitt fyrst og svo er það geggjað þegar þú finnur þig aftur. Þó manni finnst það að vera vonlist, þó maður finnist aldrei. Þú veist, maður er búin að missa svo mikið tenginguna við sig og maður bara gjörsamlega búin að gleyma því. Þess vegna er sjálfsvígstíðin svona há og þú heldur í alvörunni að það sé ekki hægt að finna þig aftur. En það er hægt og það er geðveikt skemmtilegt og þú ert að díla við stöffið þitt. Þú ert að díla við leiðilega hluti sem allir þurfa alltaf að gera anyways. Með þína persónuleika, þína viðkvæmni eða whatever. Þú þarft að gera það. En þú gerir það í þínu öruggu umhverfi, hvernig sem þú gerir það, með sálfræðingi, með stuðningi annarra, þú veist, með meðferð, með hverju sem þú ert að gera, með að tala við okkur í sátt, við getum vonandi leiðbeint eitthvað, bara gera það í mjúku umhverfi og komast út úr þessu og blómstra aftur og vera aftur þú áður en tráma þitt eða hvað sem það var sem triggeraði, þú veist, þetta. Og þetta er fallegt. Þetta er fallegt í grunninn, þú veist, þetta er sársaukafullt þarna, en aðstandendur, þetta er svo erfið staða út af því það er aldrei hægt að gera neitt rétt. Þú veist, þú ert alltaf einhvern veginn að daðra við dauðan, þú veist, þú ert alltaf bara, shit, þú veist, ég vil alls ekki að hún geri þetta eða hann geri þetta, þú veist, það geti bara bla og þú veist, þú tengir kannski við eitthvað fall í meðferðinni, þú veist, við að eitthvað þú gerir eða bla 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 og þú veist, þetta er rosalega mikið meðvirkni í þessu og það sem skiptir mestu máli þarna er stuðningur. Þú veist, stuðningur, samtal við aðra sem skilja þína stöðu, þið getið átt samtal, tekið ábyrgð á ykkur, ekki vera að láta ykkar líðan stjórnast gjörsamlega af þessum veikindum, þá týnir þið ykkur líka, þú veist, sem er mest horrible byproduct af öllum fíknisjúkdómum, þegar þú í raun og veru týnir bæði þinni sál og allra annara, þú veist, allir týnast. Það er alveg svona huge og frábær samtök en bara sko, maður verður að passa það þú veist, það er mikilvægast það er bara í alvöru einhvern veginn út af þú ert langbestur og best sem aðstandandi ef þú ert sterk þó það sé pirrandi oft fyrir aðstandanda sem finnst kannski ég hugsa ég hafi hugsað bara það þjáist enginn eins og ég þú veist og bara hún bara hatar mig út af því að hún þjáist ekki eins og ég, þú veist, maður er bara þjáður og það sem maður segir er út frá sársauka, það er ekkert að marka það er ekki frá hjartanu þannig að ef manneskjan er sterk og hún veit af þér, þú veist, hún getur treyst þér til að vera sterk þú veist, ég elska þig, ég er hérna, þú veist, ég mun vera hérna, það er ekkert sem breytir þessu þú veist, bara ég er sterk fyrir þig og með þér. Knúsa þig í drast. Ég ætla að knúsa þig í drast. Getið ímyndað ykkur, en ég er líka bara ég á stelpu, ég á strák og tilhugsunin fyrir mig að það sé ekkert sem að við erum á móti þessum skilaboðum sem eru stanslist út allt. Það finnst mér bara ekkert í boði, þú veist, og ég ætlaði hvort ég alltaf að flytja með á eyði og búa bara með þeim tveimur, sko, eventually. En ef ég þarf raunverulega að búa innan annað fólk, þá verði ég að sýna að, þú veist, að það verður að vera eitthvað annað mótvegi. Og ég er bara orðin miðaldra, skilur, og það er enginn að hlusta á mig eftir 2 ár, en þannig að þú veist, þá þarf ég bara að virka herinn af ungu fólki sem er cool og er að gera hluti til þess að, þú veist, tala við sína, sitt fólk, þú veist, og þeir út
allt, íþróttahreyfingunni, strákum, stelpum, út allt, bara all over the place, fólk sem ósátt og hatar sig og lifir alla sína ævi, annarkvort næstu að deyja, þú veist, eitthvað, eða bara með skert lífsgæði. Why? Svo deyr það bara. Það er enginn að vinna með því að hata sig í lífinu. Þú veist, þetta er bara fáránlegt. Og akkur eiga stelpur að vera ósáttar við sig eða líta ekki út eins og Kate Moss randomly, skilur, í einhverju fáránlegri þyngd eða fáránlegum vaxtarlegum með fullkomin brjóst og þú veist, og það er bara eina leiðin til þess að vera samþyktur. Það er óásæmilegt. Og vilja að vera grátt hár, þá ertu bara að fyrnast með alla þína reynslu og menntun og búin að vera móðir og með börn og brjósti og það er bara hræðilegt og þú veist, þú ert með eitthvað svona slitför eftir óléttubumbu, þú er búin að ganga með kraftaverk og það kvarti við einhvern veginn, þú veist, og það er ekki út af manneskjan er að kvarti við því, það er fullkomlega eðlilegt að þú ert ósátt við líkaminn breytist við að ganga með barn, það er eðlilegt og það er bara það sem við segjum að það sé óákjósanlegt, það er anti-aging cream, farið í, þú veist, í brjóstastækkun eða eitthvað svona til að afrétta þig einhvern veginn. Þú veist, þetta er svo ógeðslega hræðileg skilaboð og það er eins og að vanti bara eitthvað svona, þú veist, svona sýrubók sem er bara svona eitthvað bókmyndasnild sem varpi ljósi á þess ógeðslega kaldaðnislu og niðurdrepandi sýru sem að samfélagi getur sem verið í, þú veist. Sorry, wow. Okay. Það geggjað. Sorry, okay, þetta er litað meðal annars af því að þú veist, ég er alveg upp út allt, bara á mismunandi stöðum. Þá hefur maður öðruvísi sýn á sitt eigið samfélag og þá sér maður öðruvísi hluti, maður sér hluti sem eru kannski óæskilegir og sem eru frábærir. Og frábærir hluti við Ísland er náttúran og sundlaugarnar og ótrúlega frábært fólk og hreint vatn. Þarna lokaorð. Já. Sem frá mér? Ég ekki frá mér. Ok. Lokaorðin mín eru að við erum öll, hvert eitt og einstað, hvar sem við erum, hver sem við erum, hvaðan sem við komum, hvernig sem okkur líður akkurat núna, þá erum við bara alveg eins í alvörunni, þú veist. Og við erum bara ljós og það eina sem maður getur verið í gangi hjá okkur er að við erum búin að gleyma því og ef við gerum vonda hluti það er ekki við sem vondamannskjur ef við gerum góða hluti það er ekki við sem góðamannskjur leið og við fyrir að setja okkur á einhvern stall fyrir ofan eða fyrir neðan einhver aðra bara algjörlega þá erum við búin að týna smá okkur sjálfum og tengingunum við aðra og við erum tengd öll og öll þú veist ef við nærum þetta ef við reynum að lifa þannig þá er lífið svo ótrúlega fallegt og það er bara það sama og þegar við löpum upp á fjall og eða hvar sem við erum þar sem við finnum einhvern veginn eitthvað frið það er bara sú tilfinning neða bara innan fólk í staðan fyrir að dæma okkur eða aðra út frá einhverju mati og einhverju og eitthvað fortíð og einhverju bla 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 þú veist, ef við prófum bara í alvörinu bara prófa að hugsa svona í einn dag, bara sjá hvað gerist það er ógeðslega fallegt og allir að byrja að huglega ég mæli með því, það er það besta sem ég hef gefið börnunum mínum að, þú veist, að byrja að huglega, ég hefði viljað hafa það í mínu lífi, alltaf huglega og bara byrja þú veist, byrja bara á því gera það sem þú elskar að gera og það er eina sem lígur ekki þú getur eiginlega ekki þú veist, plataði til þess að elska eitthvað sem þú elskar ekki hvað sem það er þú veist, það má vera fáránlegt nema að drepa fólk þú veist, bara eitthvað sem þú elskar að gera gerðu meira af því eða þú ert óhamingjusamur, eða þú ert í fíkn eða þú ert að leita að eitthvað sem er óheilbrigt eða þú ert í óæskilegu sambandi við eitthvað reyndu að þú veist að dæma ekki endilega manneskjuna en stundum þarf maður kannski bara að taka pásu frá þeim sem hefur vondið áhrif á mann og gerðu það sem þú elskar að gera hvað sem það er og þá gerur þú góða hlut fyrir aðra þá ertu góð manneskja fyrir þig og aðra that's it svo lengi lóka power to the people oh my god takk fyrir að koma til okkur í kvöld og hérna kýrðu varlega wow. takk fyrir, það var yndislegt að fara hingað oh my god Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD.
Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.